Nú ætlum við aðeins að skoða samsettar einingar. Laddi hleypur 3 km hálfri klukkustund. Hann hleypur 1 klukkustund á dag. Hver er meðalhraðinn? Þegar við reiknum meðalhraða þá reiknum við hann alltaf sem vegalengd deilt með tíma. Við kalla þetta m. Þannig að vegalengdin sem er þá 3 og klukkutímanir eru þá hálf. Þetta gefur okkur 6 km á klukkustund. Hve marga dagar hann að hlaupa 50 km? Hann hleypur 6 km á dag því hann hleypur 1 klukkutíma á dag. Þannig að þá þurfum við bara að gera 50 deilt með 6. Út úr því fáum við 8 og 1/3 eða 8,33. Einn daginn mældist vindhraðinn 7 metrar á sekúndu. Hvað er það í kílómetrum á klukkustund? Það eru nokkrar leiðir til þess að leysa þetta. Mér finnst eiginlega skýrast að byrja á að breyta, af því að nú þurfum við að breyta metrum í kílómetra og sekúndum í klukkustund. Mér finnst eiginlega best að byrja á að breyta sekúndunum. Því að ef að þetta fyrir 7 metra á 1 sekúndu að þá eru það 3600 sekúndur í klukkustundinni. Einfaldlega vegna þess að það eru 60 sekúndur í mínútu og 60 mínútur í klukkustund. Þannig að þá gerum við 7 sinnum 3600 og fáum út úr því 25.200. En svo þurfum við að minnka þetta aftur því að það eru 1000 metrar í kílómetra. Þannig að þá setjum við kommuna hér. Það er að segja 25,2 kílómetrar á klukkustund. Það sem við erum í raun að gera er að margfalda með 3600 og deila svo með 1000. Þannig að við erum í raun að margfalda með 3,6 þegar upp er staðið. Jói hjólaði 3800 metra á 40 mínútum. Hver á meðalhraðinn í klukkustundum? Í kílómetrum á klukkustund. Þá þurfum við að byrja á að breyta metrónum í 3800 metrar eru 3,8 kílómetrar og þetta eru 2/3 úr klukkustund. Þannig að þá þurfum við að segja 3,8 deilt með 2/3 og út úr þessu fáum við 5,7 kílómetrar á klukkustund. Hlaupum að 3 km leið, Brynja var 29 mínútur, Ari 26, Kristjana 41 mínútu. Við höfum að reikna meðalhraðan hjá hverju barni fyrir sig. Vegalengd deilt með tíma, 3 deilt með 29. Það gefur okkur svo mikið sem 0,1 kílómetra á. Sjá, nú hvarf þetta hjá mér. Geta bara aftur. 3 deilt með 29, það gefur okkur 0,1 kílómetra á mínútu. Því við megum alveg setja þetta svona fram. Ari 3 deilt með 26, það er 0,12 kílómetrar á mínútu og 3 deilt með 41, það gefur okkur 0,07 kílómetra á mínútu. Útskýri línuritið. Hér er einhver að labba, tíminn líður og eftir sem tíminn líður þá fjarlægist viðkomandi upphafsstaðinn, staðinn sem hann byrjaði á. Hann byrjaði að labba klukkan 12 og hann labbar hérna, það líður klukkutími og hann fer cirka 50 metra á klukkutíma. Þannig að hér fer hann frekar hægt. En hérna klukkan cirka rúmlega 3 þá er fjarlægðin alltaf svo sama. Það líður tími en hann fer ekki neitt. Þannig að hér er hann stopp.
Síðan eftir klukkan 6 að þá fer hann er í tæplega 150 hérna, en bara klukkutíma seinna er hann konið rúmlega 200. Hér fer hann hraðar af því að línan hallar meira. En eftir því sem að línan hallar minna þá förum við hægar, eftir því sem hann hallar meira þá förum við hraðar. Ef hún er alveg lárétt er viðkomandi stopp.